sæl. Magna hringdi mig í gær og bað mig þetta og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Þannig ég undirbjó mig mjög vel, alveg 2 tíma. En það sem ég langar til að segja, það er hérna að fara yfir uppáhaldsversin sem eru 2. Þegar ég er búinn að vera að leita svona því af hverju Guð hefur verið að ég fengi þetta tækifæri þess að Guðs gjöf. Þessi vers hafa alltaf fylgt mér alveg frá því ég bara tók við Kristi. Þetta er Jósúa og mér finnst Jósúa rosalega flottur karl. Það er hérna í 1. kaflanum í 8. versi og þar segir: Eigi skal lögbónsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skaltu hugleiða hana alla daga og nætur, til þess að þú gætir þess að gjöra allt það sem henni er skrifað. Því að þá mundu gæfur hljóta á vegum þínum og breyta viturlega. Hef ég ekki boðið þér, verð þú hughlaustur og örugur, lát eigi hugfallast og óttast eigi, því að Drottinn Guð þinn er með þér í öllu því sem þú tekur við brendur. Og ég var í mörg ár að skoða þessi lög hans og leitaði út um allt. Kom síðar að því að þetta voru bara boðorð. En í samband við uppbruna minn að þá hef ég leitað mikið og ég hélt mikið upp á þetta vers líka á þeim tíma sem ég frelsaðist. Og það er í Jósúa 24. kafla og í 15. versi. Og það segir sko: En líki þér ekki að þjóna Drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur Guði þeim er feður yfir þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða Guðum Amorita, hverra landar þér byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna Drottni. Ég er þegar með að hafa fundið mína ættmenn í dag. En hvað var ég langar tíma til? En að lokum þá langar mig til að segja ykkur frá dreng sem það er 3 ára hálfsás. Þetta er sönn saga, svolítið krydduð. Það var tekið viðtal við hennar dreng. Hann er 3 ára hálfsás. Og sá sem tók þessa grein, stutt, er Vilmundur Gylfason. Og þessi grein heitir Gústi á Grettisgötunni. Og hann er hérna í dag. Og mér það er langt síðan, það er mörg ár síðan ég las þessa grein. Svo las ég hann í gærkvöldi og ég hugsaði mér, já, þetta er eitthvað sem er gott fyrir mig og kannski gott fyrir ykkur. Og þarna er 3 ára Gauti á ferðinni. En við skulum hælja resturinn. Hann heitir Gústi og býr á Grettisgötunni og er ekki nema 3 ára. Hann er talsverður grallari og hörkusterkur, þrátt fyrir lágan aldur sinn. Hann er ekki viss hvað hann ætlar að verða þegar hann verður stór, en það er nógu tími. Þetta var venjulegan dag í júlí að við vorum á gangi á Grettisgötunni. Tilveran virtist ósköp venjuleg og ekkert vakti athygli okkar fyrir Gústi birtist. Gústi var lágur í loftinu, í gallabuxum með smekk og hendurnar á kaf í vösum. Þarna gekk hann Grettisgötuna og leit hvorki til hægri né vinstri. Gústi var einn í heiminum, en allt í einu kom stelpa á hjóli og stelpan vildi raska heimspekilegri ró Gústa, svo munnaði. Hún hjólaði aftan á Gústa og þegar hún var komin nógu nálægt honum, hrópaði hún: Gústi, ég sá vel að þú stalst inn í bílinn í gær. En hinn rólyndi Gústi sneri sér þá við og rak tunguna framan í vinkonu sína. Þannig lauk þeirra viðskiptum og í það skipti með yfirburða sigri Gústa. Eftir þetta vaknaði áhuginn minn á Gústa, svo ég lagði upp í leit á honum daginn eftir. Vissulega bara leit mín fyrst að varnarvellinum við Grettisgötu. Og þar spurði ég gæslukonuna hvort hann Gústi væri ekki staddur þarna. Hann Gústi, spurði konan forviða yfir fávisku minni. Heldur að hann sé hægt að hafa hann hér? Hann stingur okkur alltaf af.
Síðan hélt ég áfram að leita Gústa en með litlum árangri. 8 ára kunningi hans í götunni sagðist oft vera með Gústa, oft slást við Gústa og hann sagðist nærri alltaf berja hann. Hann sagði Gústa var kaldasta strákinn í hverfinu og hann stælist nefnilega oft inn í ölbíla. Svo loksins hitti ég Gústa nokkrum dögum síðar þar sem hann var að berja 5 ára bróður sinn út á götu. Af því lokunum stakk hann honum niður í pappakassa, lokaði svo fyrir og hoppaði honum öllu saman. Nú lét ég spurningunum rigna við Gústa en hann svaraði öllu með ró. Gústi kveðji jú rétt að hann væri geysi sterkur og hvað hömlur á því að hann geti misnotað þetta. Ekki kvaðst hann vera kvensamur fram úr hófi og gaf greinilega lítið út á gamfólk. Þær verða alltaf svo hrættar, sagði hann og meinti greinilega hvert orð. Gústa var hann ógulega gaman að vera kaldur kall og upp á slagsmál að gera fannst honum það mjög hart að vera ekki nema 30 ára. Aðspurði hvað hann það hárrétt að hann stælist stundum inn í ölbíla og hann sagðist vera að leita á flöskum til þess að selja. Gústi sagði að hann allir í hverjunu væri hræddir við sig en þá virtist helst skilja á honum að einhverju væri ennþá með hortuheit en Gústi lækkar áræðilega rostan í þeim fljótlega. Það var langt að lífi. Það virtist koma svo lítið á Gústa en hann var spurður hvort hann ætlaðist fyrir náminn framtíð. Hann var ekki ákveðinn, vildi helst ekkert segja það, en líklega skildi svo að lífsreyndur maður eins og Gústi passa sig á blaðasnápurum og segir ekki mikið. En hins vegar fór ég að efast sannleiksgildi orða Gústa þegar hann stakk báðum höndum í vasann og benti á nærliggjandi bíl og sagði skildi bjóða mér í bíltúr ef hann hefði lykla. Kannski var Gústa ekki trúandi eftir allt saman. En því trúi ég varla. Líklega Gústi þaulvanur bílstjóri. Menn eins og Gústi eiga alltaf í sífelldum merju og þurfa að vera varar sig. Þó að Gústi standi í sakleysi sínu á miðri götu hábjartan dag getur birst náungi sem Gústi þurfti að berja í gær. Kannski vill náunginn hefna sín á Gústa, en Gústi gæti sín og sinna. En einmitt vegna þess lauk samtali okkar Gústa og síðan hef ég ekkert séð Gústa á að giska 6 ára gamla. Gústi sá á að giska 6 ára gamla strák inn í nærliggjandi garði, rauk á stað með orðunum: Nei, þennan verð ég að berja maður. Og svo hljóp Gústi af stað. Þetta saga mér þegar ég þryggja hálsins. Var hann að stela, vita hvernig ég átti að snúa mér í viðskiptum. Og í dag finnst mér þetta að vera svona mjög merkilegt að eiga þetta og geta að skoða þetta. Og nú tíminn minn búinn. En eitt af þessar lokum sem ég held svo rosalega mikið upp og ég verð bara að koma þess að. Það er í Hebreabréfinu 10. versi á 25. Vegna þess að á þessum tímum, eins og ég segi, síðan tímum, að þá þurfum við að vera vakandi. En það segir svo í 10. bréfi í Hebreabréfinu í 25. Vanrækið ekki safnaða samkomu yðar, eins og sumrar í sigur. Heldur uppbærið hvern annan og það fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Og það er þetta seinni hlutin í versinu sem ég minn svo áhrifandi. Að þegar við sjáum daginn færist nær þá ber okkur skylda til þess að koma saman og uppbæra hvert annan. Og í Jesaja, og þá er ég búinn, Jesaja 50:8 segir sem að grunnurinn af þessum að við erum að koma saman. Í 58 segir: Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn og varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, en helga daga drottins, heiðusdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín, ég talar hégóm orð. Þá mun ég gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arflegar Jakobs föður þíns, því að munur drottins hefur talað það. Og ef við förum á hvíldardegi í hús drottins, þá erum við öruggum það að við erum ekki að tala hégóm orð og minni hætta á því að við séum að synga þann daginn. Takk fyrir það.